Já, góðan daginn, kæru Pingju Hálsar. Það enn annar föstudagskaffið þátturinn. Já. Þarna fallbeði ekki alveg rétt. Þetta orðið svo besti hinga til. Ég hræddur það sko, það allavega með við undirbúning sem hefur farið í þetta hjá mér að minnstakosti. Ég með svakalega rullu sko. Vorum við ekki búin að lofa þessu eða? Jú, vorum búin að ræða þetta sko. Já. Þetta stærstu franchise-hafar í heiminum. Konungsfjölskyldur. Já, ég raun sko. Samt Ég vitum við kannski raun ekki alveg stærstu en svona kannski. En business model er þetta, þú lifir á þjóðinni. Já. Er það ekki? Svona í grunninn sko. Já, það er bara business model. Já, en svo er það náttúrulega að skíla margfalt eiginlega tilbaka inn í hagkerfi sko, þannig að þetta Er það ekki debatable eða? Allstaðar annars staðar en í Danmörku. Ég fer ekki að lasta mína fyrir frænku. Já, einmitt. Já, þeir eru skild, já. Nei, því miður ekki. En já, við erum með stútfullan þátt í dag. Það eru nú einhverja fréttir svona sem báru á góma í vikunni. Já, það er meðal annars núna bara í morgun. Þessi þáttur er náttúrulega tekinn upp á 5. Þetta fyrir ykkur sem er að hlusta á föstu í gærmorgun. Það sem að Samkeppniseftirlitið samþykkir kaup á Mílu. Ardian á Mílu. Og það er bara eitt sem við höfum að segja við því. Já. Og það er bara Orri Hauksson, þetta er til þín. Happy day. Oh, happy day. Orri Hauks, stígðu upp. When Jesus walks. Já, Er þetta ekki sigur fyrir allan íslenska ríkið eða? Já, ég veit ekki. Hvað eru þið við að þarna loka metrónum? 9 milljörðum? Já, ég held að ríkið hafi orðið að 9 milljörðum í þessum Skrýpaleik. Svo kallaða skrýpaleik. En Orri Hauks er bara núna, nýri síma, hendis á. Já. Nú er hann hér, sko. Eitt sveran vindil og mjólk. Þetta er með kórið sinn, sko. Nei, það var nú alveg kominn tíma á að ljúka þessu af bara, segja einhverjir. Já, er þetta ekki fínt? Jú. Skiptir okkur svo sem engu máli. Jú, kannski mig, ég veit það ekki. Já, heyrðu, maður á náttúrulega eitthvað í símanum. Já, svo er það. Þú hefur ekki skúpað því? Já, jú. Jú, þetta er gleðidagur. Ég held það líka. Stórerlend fjárfesting, vonandi situr þetta eitthvað traust á Ísland sem fjárfestingu fyrir aðra erlenda fjárfestingu? Já, klálega. Þetta er klálega eitthvað sem að við munum njóta góðs af, held ég bara, íslenskur efnahagur, sko. Já, og þessi máli bara lokið hér með. Já, sammála því. En svo nú eitthvað annað, vinur okkar, Davíð, Smitten, bara Smitten teimið, ætla hann sé var að fá alvöru innspýtingu þarna. Jú, þetta vel gert. 1,4 milljarður, 10 milljónir dollara. Já, 1,4. Og þú veist, hann má eiga það, sko, hann er búinn að djöflast, allan að Davíð, sko, nú þekki ég ekki til hinn, sko. Já, þetta er slæmur dagur fyrir all his haters. Já, og hann á ófáa haters. Hann á ófáa haters og ég hef alltaf haft svo mikla trú á þessum manni. Sem aðeins var náttúrulega á tímabili, sko, átrúnaðargóðum mitt hérna í Verslunarskólanum áður fyrr. Nú, út af þessu 12.0 dæmi. Já, sem dæmi. Já. Og ég hef alltaf haldið svo mikið með honum, sko. Já. Og núna þegar þetta smitt, þú veist, þau hafa verið að reyna með alls konar, voru með þarna blendin og fleira, sko. Já, boxið eitthvað. Boxið, Watchbox, já. Gekk ekki upp, bara svona eins og hugsjónamönnum sæmir oft, að hlutir gangi ekkert alltaf upp hjá þeim. Þetta er bara príma frumkvöld. Og núna, já. Hann neitar að gefast upp. Hann neitar að gefast upp og það er bara að bera ávist núna. Já. Sér það, hver hlær núna? Allavega ekki his haters. Nei. Það er nokkuð ljóst. Hann hlæðir enginn hærra en hann. Ef við ekki sitja aftur á Oh Happy Day, yfir Smitten. Já, komdu með það. Davíð á skrifstofunum núna. Já, fyrir Davíð. Hvernig er hann? Oh Happy Day. Oh Happy Day. Davíð, þetta er fyrir þig. When Jesus walks. Já, hann er örugglega með sveran líka vindil í kjaftunum, held ég. Hann reykir ekki, hann drekkur bara mjólk. Nú, hann gerir það, já. Bara mjólk. En hann er samt ekki ennþá búinn að ná að execúta bestu hugmyndina sína. Nú. Það var Salibunadæmi í Hveragerði. Það var fyrsta skipti sem hann kom fram á sjónarsviði. Ég held að hann hafi verið bara í skóla. Það var skólaverkefni. Þau voru að safna pening fyrir svona rennibraut niður fjöllin hjá Hveragerði. Já, alveg. Svona eins og í Svinsnesku Ölpunum og þessu dæmi held ég, ég veit það ekki. Það var langt besta hugmyndina. Þetta Smitten dæmi verið farið undir eftir smá. Kannski við fáum að sjá það vera veruleika í daginn. Nei, þetta er frábært. Nei. Og sko mann hjartanlega til hamingju. Alveg klálega. Orra og fleiri góðum.
Svo annað hérna Bjarni Ármanns, hann kominn á sakaskrá. Heyrðu, það þetta stóra áfangi. Já. Einu sinni, sorry, þetta var óundirbúið, hvað með það? Já, er þetta bara svona Fyrir bara happy day þema hérna hjá okkur? Já, þetta geggjaður dagur. Já, Býtu, Bjarni, þetta fyrir þig. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Ég var sko honum að sjálfsögðu innilega til hamingju með það. Já. Og þetta búið að, já, samkvæmt honum hérna, búið að... Þetta fóð bara fram hjá mér, hann segir hérna... Búið að hanga yfir honum heil lengi. Fagnar langsfrári hreinni sakaskrá. Já, og við fögnum því líka. Já. Já, nóg þessari þvælu. Og bara til hamingju með daginn Ísland, það er greinilega mörg að taka hérna í dag. Já. Og til mikils að fagna. Já, góð fréttavika. Já. En svo, eins og við höfum nú talað að þá vorum við eiginlega búin að helga þessum þætti monarkíunni. Drottningunni. Já, eða sko, já, bara... Business modelin og bak við hana. Hvíli hún í friði og sko nú ætla ég aðeins að taka fyrir hérna þessa bresku konungsfjölskyldu. Já, sko. Og þú ætlar að kíkja eitthvað svona yfir, ég bara markaðin í þessu. Já, ég kíkja á hvernig önnur svona, hvað getur sagt, svona fransæs, svona monarkís. Konungstæmi. Já. Og kannski svona hvað það sem að þau eru með sérleifi á. Já, einmitt. Það er mismunandi milli ríkja. Já. En... Já, við hefum ekki bara lifað þess að flæða skulum kannski, ég ætla kannski aðeins að byrja bara núna á hérna... Ég ætla bara að stinga upp á, lifum þess að flæða eins og einum dökkum Lavazza-póka. Já, það er ekki spurning og hérna... Og mér heyrist að þetta verði smá pistill, þannig að bara ég ætla að fá mig sopa mínu svarta Lavazza. Já, rótsterkur í bítið. Og njóttu því vel. Já, takk. Sko... eins og við vitum bara, núna er konungsfjölskyldan bara búin að vera bara eðlilega mikið í umræðinu eftir að hún, Elisabeth Önnur lést fyrir viku síðan. Og í ljósið þess hafa náttúrulega einhverjir áttað sig betur á því hversu mikið umfang er raunverulega í kringum allt þetta batteri og þar á meðal ég. Og það vill svo til að þessi konungsfjölskylda er bara risastórt batteri þarna í Bretlandi og í raun bara mjög mikilvæg fyrir breska hagkerfið. Og þetta er í raun ekkert annað en bara eitt stórt fyrirtæki. Og þegar ég segi fyrirtæki þá á ég við bara í orðsins merkingu. Þetta er Monarchy PLC, Monarchy Public Limited Company. Og í raun það sem kallast á Íslandi bara OHF, eða opinbert hlutafélag. Já, eins og RÚV og... Já, ávið stofnanir bara eins og RÚV og Isavia og Landsnet og fleiri ríkisrekin fyrirtæki. Þetta fyrirtæki, Monarchy PLC, hefur getið sér nafns svona í almennri umræðu sem The Firm, eða firmað. Nú, það er þannig? Já, það er alltaf að tala um The Firm. Og þá er spurning, hverjir eru hlutaðeigandi þarna í firmanu? Og þegar að drottningi var á lífið, þá voru þetta 8 manns. Að sjálfsögðu var hún meðtalinn. Svo var þetta Kalli Prins, Kalli Kongur í dag, sem tekur við. Og konan hans Camilla. Svo er það systkini Kalla, Edvard og konan hans Sophie. Og svo Ann. Hvað er hann Andrew? Epstein gæi. Já, hans ég kem inn á það á eftir en svo er þetta náttúrulega elsti sonur Kalla konungs, hann Willi og Katrín konan hans og þetta er raun fólki sem er hluti af firmanu í þeim skilninga að þau fá borgað bara svona full time fyrir að vera hluti af konungsfjölskyldunni. Nú, þau eru bara á launum. Já. Og þetta er raun bara þessi allra innsti hringur. Nú, einhverjir tóku það einmitt eftir til dæmis að Harry og Meghan, þau eru ekki þarna. Nei, sögðu þessi ekki frá þessu? Harry sonur Kalla kongs og Meghan. Þau eru hvergi nefnd á nafn og það er bara út af því að þau sögðu þessi einmitt úr firmanu og þetta þarf að leiðandi af launaskráni. Já. En sumleiðis, þá var Andrew, sonur Elisabethar drottningar, rekinn eftir tengslans við Epstein þarna. Og skandalinn í kringum, það var kynferðisbrot á ólögráða einstakling. Já, við förum ekki eða góða þætti að tala um það. En í rauninni hefðu átt að vera 11 manns talsins í þessum einstakling monarkíunar, sko, en enduðu 8 að drottningunni meðtaldri. Nú, þá var spurningin, hvað fær þetta fólk borgað frá firmanu? Já. Og hvað er firmað metið á og hvað kostar að halda þessu batteri uppi? Sko, því miður, þá er... Má ég giska? Nei, það var, svörin voru rosa ólík á þeim stöðum sem ég leitaði á. Ég ætla, En, Ég ætla ekki að segja þetta sé svarthol að garfa í þessu. En það er mjög erfitt að svona reiða sönnur á það sem maður er að
að reyna Ég fór hún í koma hérna frá sér. svakalegar kaninuhólur með þetta og ég var farin að skoða ársreikninga Smitten. og Smitten og fleira svona. En sko það eins og ég segi, það erfitt að meta hvað hver og einn aðili þarna fær beint frá firmanu, en það eru nokkrir titlar þarna sem eiga beint við hvern aðila eins og Duke of Cornwall og svona fleira skemmtilegt. En ég ætla að gera mitt besta við að reyna að útskýra svona struktúrin á þessu. Kannski rétt að minnast að firman er með 1000 manna í vinnu út allan heim. Sko, bara í Buckingham einn og sér starfa yfir 1200 manns. Svo auki starfa 450 manns í kringum einn anga firmans sem heitir The Crown Estate, sem í eigu rétthafa krúnunar, sem í dag kalla kongs. Hann að minnstakosti skráður eigandi. Ég kem nánar inn á það eftir. Nú, aðeins svona yfir helstu eignir krúnunar, þær eru nokkrar þungaviktar og þar fyrir stærst þetta svokallaða Crown Estate sem að ég nefndi hérna áðan, sem í raun bara fasteignafélag eða svona, sér bara eignir firmans. Og þar eru fasteignir og lóðir bara langstærsti hluti af þeirri eign og þá ég ekki bara að tala fasteignir eins og Buckingham Höll eða Happy Day aftur að koma hérna á? Hent á hitt þarna. Ég var að taka einu sinni enn. Bjarni Ármanns, Orri Hauks og Davíð Smitten. Þetta á fyrir því. Eins og ég haldi áfram hérna með þetta. Að þegar ég segi einmitt tala þessar fasteignir, þá eiga þau náttúrulega Buckingham Höll og allar þessar kastala á þetta. Bara á víð og dreifum Bretland. En hér verið að tala bara fasteignir bara sem fólk eða aðalega fyrirtæki að leigja af þeim. Sem dæmi á þetta Crown Estate alla Regent Street í mið-London sem bara einhver flottasta gata á Bretlandseyjum. Og sömuleiðis eiga þau þarna helming fastegna í St. James's hverfinu, það sem Piccadilly og fleiri fína götur. Svo þú sér það að þetta eru hörku eignir og fastegnir undir þessu Crown Estate eru metnar á hvorki meira en minna 19,5 miljard dollara sem eru 2726 miljardar íslenskra króna. Og athugið að þessar fastegnir innihalda ekki Buckingham Höll og þessa kastala alla, þar sem að kongafjölskyldan oft til húsa. Buckingham Höll, sko, ein og sér metin á 4,9 miljard dollara. Hefur komið þangað? Já, ég hef komið þar. Ég hef komið þar og staðið upp við hliðið og gargað á einhverja hermenn þarna. Herru, sko, svo það hérna Duchy of Cornwall, sem þýðir sem hertogadæmi af Cornwall. Og þetta þetta hertogadæmi í rauninni ekkert nema bara fasteignafélag í grunninn. Það á lönd og lóðir og fasteignir út allt Bretland sem telja hvorki meira minna en 531 ferkílómetra af landi eða 0,2% af Bretlandi. Og þetta hertogadæmi af Cornwall í eigu hertogans af Cornwall sem iðulega sá sem kemur til með að erfa krúnuna og þegar drottningi var á lífi, þá var Karl, núverandi kóngur. Þá var hann hertogi á Cornwall, en við andlát drottningarinnar varð elsti sonur hans, Willi. Þá var hann hertoginn. Og þetta hertogadæmi metið á 1,3 miljard dollara. Og þar starfa 150 manns við eignastýringu. Og þetta bara sturlað batteri. Nú, því næst það hertogadæmið af Lancaster. Það metið á 748 milljónir dollara, sem bara í rauninni minna hertogadæmi. Býtu Lancaster, var ekki Rói Höttur það? Ég man það nú ekki. Nei, ok. En já, það aldrei að vita. En allavega skráður eigandi af þessu hertogadæmi af Lancaster sá sem rétthafi krúnunar og í dag það hann Kalli. Og sko, svo það Kensington Höll á 630 milljónir dollara. Svo það Crown Estate Scotland sem heldur utan fasteigni krúnunar á Skotlandi. Það metið á 592 milljónir dollara. Og samtals þetta í rauninni eignir upp á 28 miljardi dollara sem 4 miljardum dollara meira heldur en landsframleiðsla Íslands árið 2019. Og það iðulega talað að virði firman séu þessi 28 miljardar dollara sko, sem í raun samt bara virði eigna krúnar. Sko, það ekkert verið að verð með þetta cashflowið af þessu? Nei, ég kem nánar kannski inn á það eftir. Ert þú þá að tala á upplausnarvirði eða sjóðstreymi? Já, það virðist vera það virðist vera sko bara svona virði eignana sko. En það réttast að taka það fram að þau sko mega ekki samkvæmt lögum selja þessar eignir. Þó þau séu skráðir eigendur á blaði, þá geta þau
ekki bara liquidata þessu, þú veist, þetta bara í rauninni eigu sko titilsins en ekki manneskjunar. Já, ef ég þekki hérna ógeðið Andrew rétt, þá væri hann búinn að veðsetja og selja þetta allt ef hann geti það, sko. Þannig að þetta eru bara fín lög. Er hann eitthvað gambler eða? Nei, bara Rimbaldi. Ok. Þetta skúmur. En sko það sem þau með að gera er að þau með að leigja þessar eignir út og það er rauninni það sem þau gera og bara lifa á. Þannig að þessum eignum þetta í rauninni 3 virk tekjustreymi beint til krúnar. Það er þetta Crown Estate sem er stærst, Duchy of Cornwall næststærst og svo Duchy of Lancaster sem er rekkur svo lestina. Og þetta er stærst innan fasteignana? Já, þessa eignasafns, sko. Ok. Og sko, hagnaðar á stærsta anganum, The Crown Estate, voru $366 milljónir árið 2021 og af því rennur 75% beint í ríkissjóð Bretlands og 25% til krúnunar sem kallast svona Sovereign Grant. Og árið 2021 voru það tæpar $100 milljónir. En þetta fer ekki, sko í raun fer þetta ekki beint í vasa drottningarinnar, heldur í svona opinbera heimsóknir, viðhald á eignum og bara annan kostnað. Þau eru út allar starfseminni. Tengdu starfseminni, svo sem laun og annað, og bara í raun laun fyrir þennan innsta hring, sko. Já. Svo er það Duchy of Cornwall sem er metið á $1,3 milljarð. Það er ekki svolítið að dagpenningum í þessu, já. Jú, þú veist, þetta fólk, þetta verður ekki blankt, sko. Nei, ég þarf að skjótast til Afríku, ég ætla að skrifa mér nokkra dagpenninga. En sko, þetta Duchy of Cornwall metið á $1,3 milljarð, þar var hagnaður 2021 upp á $24 milljónir sem renna til erfingja krúnunar sem að núna er bara Vilhjálmur, prins, sem sagt sonur Kalla. Ertu sem að segja mér að hún var búin að stinga eitthvað undan, eða? Hvað segirðu? Var hún búin að stinga eitthvað undan? Nei. Er það sem þú ert að í að? Nei, það er ekki að í að því. Á miskildi? Já, en sko, sem sagt, þetta rennur alltaf til þann sem er næst í röðinu og eftir konginum. Það er bara einhver hefð fyrir því, þetta Duchy of Cornwall. Hvernig, er það aldursskókunaröð? Er hann Duke of Cornwall. Þekkir það? Er þetta aldursskókunaröð? Já, hvað meinarðu? Ég var ekki viss hvort þetta væri kynja. Nei, er þetta aldurs, hvað meinarðu? Þetta er bara... Ef að Karl þarna ætti eldri systur, væri hún þá orðin drottning? Nei, þetta gengur í beina blóðlínu, sko, að þú veist, hann, Karl. Já. Ef hann ætti eldri systur, væri hún þá drottning? Nei, já, meina það ef hún ætti eldri. Nei, jú, þá væri hún drottning. Já, ok, það er þá aldursskókunaröðin. Já, þetta er ekki, sko, kynja. Nei. Þetta er ekki kynja, ég skil þið núna. Ok, flott, takk. En ég var kannski ekki nógu skýr í bústafsuminu. En já, en þannig að Willi Prins, hann er á leiðina að fara að fá 24, eða svona í kringum rúma $20 milljónir bara ári, sem renna til hans. En svo að lokum er það hérna Duchy of Lancaster sem er metið á $748 milljónir og það skilaði $28 milljónir afgangi sem rennur til rétthafa krúnuna, sem sagt Kalla. Svo bætist eitt við sem er The Royal Collection, sem er í eigu rétthafa krúnar, sem fyrr, mikið af þessu í eigu kongsins sjálfs. Og þetta er í rauninni, sko, þetta Royal Collection er stærsta einkasafna listmunum í heiminum. Því að þetta er í rauninni einkasafn þó þetta sé ekki hans eigu sem einstaklings, heldur í eigu, sko, bara titilsinn, sko. Og þetta er bara, stærsta einkasafna listmunum í heiminum. Þarna eru yfir 1 milljón stakir listmunir, meðal 7.000 málverk, 150.000 works of paper, eins og þau kalla það, sem eru einhver bara svo vasslistaverk og teikningar og annað. Já. Einhver Rembrandt þarna, eða Sigur Sævar, eða? Já, svo er það, Leonardo da Vinci hérna og þetta er alveg bara, þetta er bara ridiculously mikið af, bara breytt samt, sko. Já. Eftir bara frægustu listamenn heims, sko. Ég trúi þér. Og þá meina ég aftur í aldir líka, sko. Já. En já, svo er þetta einhverja 450.000 ljósmyndir og svo eru þarna ýmsir aðrir hlutir eins og bækur, vopn, hljóðfæri, skartgripir og fleira. Hver tók allar þessar myndir? Var það drottningin? Ég veit það ekki, hvað heldur ég viti það mér ekki? 450.000? Fór ekki svo djúpt, sko, en þarna eru 30 verk eftir Leonardo da Vinci, til dæmis. Ég fann, sko, hvergi einhver svona konkrétt tölu á virði safnsins, en einhvers staðar var markaðsvirðinu $13 milljarðar kastað fram. En svo er selt inn á þetta safn sem er staðsett á 13 mismunandi stöðum og það skilaði $83 milljónum.
bull. Ég tala alltaf í dollurum í staðan fyrir pundum bara því að fólk á einhvern veginn auðveldra með að tengja við það. Af hverju þetta lið á fjárlögum, sko? Já, svo það. En svo það. Svo skulum við kíkja þetta bara á net worth þessara einstaklinga. Þess að virði einstaklinga sem í þessum Insta-hring. Þá tek ég þessi 4 helstu. Elisabeth dáin, en þá Elisabeth, Kalli, Willi og svo Harry. Nú, Elisabeth, fyrir dauða hennar, þá var hún metin á $590 milljónir sem eru 82 milljarðar íslenskar króna. Og þetta eru svona aðalega prívat eignir, eða aðalega, þetta náttúrulega, sko allar tekjur, eða allur hagnaður af Duchy of Lancaster rennur beint til hennar. Nú svo á hún prívat eignir eins og Sandringham House og Balmoral Kastali, einmitt þar sem hún lést. Já. Og svo fær hún náttúrulega góðan skerf að þessu Sovereign Fund, sko, þannig að þetta er í rauninni bara svona uppsafnaður. Þessi $590 milljónir er bara svona uppsafnaður peningur sem hún hefur fengið í þáu, sem hún hefur unnið þannig í þáu krúnunar. Nú, því næst það Kalli, hann var metinn á $440 milljónir áður en hann varð kongur, sem 61 milljarðar íslenskar króna. Og það mest til komið vegna bara tekna fyrir störfan sem hertoginn af Cornwall, sem sonur hans Willi fær núna. En nú mun hann sennilega mestu bara erfa móður sína, þannig að það ekki vita nákvæmlega hvernig það skiptist. Það má alltaf að hann fari svona slag upp í $1 miljard þegar búið að gera það upp, sko. Þannig að þeir ríku verða ríkari, sagði einhver. Já, það virðist vera. Herri, svo það Willi, sonur Kalla. Það sé ekki með good shit erfðafjárskatt, dauðaskatt í Bretlandi. Nei, það er nefnilega málið. Það er ekki erfðafjárskattur á kóngafjölskylduna. Dauðaskattur. Já, dauðaskattur. Á ekki á kóngafjölskylduna og í rauninni ekki einu sinni tekjuskattur. En þau hafa heldur frá 93 verið að borga þetta bara svona to please the public, sko. Já, það sér. En svo það Willi, hann er metinn á $40 milljónir sem eru 5,6 milljarðar íslenskar króna. Og hann erfði $10 milljónir frá móður sinni, Díunu, og hefur verið að fá einhverja prósentur af þessum Souvenir Fund. Manstu hvað þú varst þegar Díana dó? Nei, ég nefnilega svo ungur, sko. Já, þarna skilur alltaf að okkur. Það er nokkuð svona moment þar sem maður átt að sjá að það eru 3 ára á milli okkar. Ég fæddur 93, hún deyr 97, en eina af mínum fyrstu minningum er einmitt af jarðarförin hennar. Já. Ég man það bara þegar ég var að horfa á sjónvarpið á athöfnina, sko. Já, ég man hvar ég var. Ég var staddur heima á vinnum mínum á Blönduósi og þetta kom á textavarpið. Já. Pabbi vinnar mín segir, nei. Á text, já það. Díana er látin. Já, þetta var náttúrulega bara þvílík sjokk. Svo lögðumst við bara á grétum. Já. Ég vissi ekkert hver þetta var. Svona gráttu drengur. Já, nú grátum við. Já, ég man hins vegar hvar ég var þegar Elisabeth Annur dó. Já. Seðlabanka Kópavogs. Já, við vorum bara núna fyrir viku. Já, en sjá, með Villa, hann erfir $10 milljónir frá móður sinni á þávirði, sko, en hann er metinn á 40 milljónir í dag. En það er talað að þeir bræður, Willi og Harry, fái hlut af tekjunum sem faðir að þínar sem hertogi af Cornwall. Og helstu heimildi segja að tæplega $3 milljónir á hvort bróðir á ári, sko. Þannig að þessar $40 milljónir sem Willi á í auðæfi er bara einhvers konar uppsafnað af þessum tekjustreymum. Nú Harry, sá sem er með Meghan, hann er hann ekki svolítið svart í söðurinn í fjölskyldunni í dag? Jú, þú veist, samkvæmt mjög erfið samkeppni. Hann er mjög heppinn að kemur í ljós að frændan sér hrotti. Því annars væri hann örugglega að hataðastur, sko. En hann er, skal ég segja, metinn á $60 milljónir, sem er meira en bróðir sem Willi. Þó að Willi sé vissulega erfingi krúnunar, sko. Harry er metinn á $60 milljónir sem eru 8,3 milljarðir íslenskar króna. Hann erði sömuleiðis móður sína af $10 milljónum og hefur verið að fá væntanlega einhvern hlut af þessum Souvenir Fund og svo sömuleiðis þessar $3 milljónir frá föður sínum. En það er ekki lengur í gangi því að hann náttúrulega sagði sig úr þessari monarkíu og nú er hann bara einn á báti með Meghan en þau virðast vera að gera nokkuð vel og hafa verið að gera góða samninga sem er líklegast ástæðan fyrir því að Harry er metinn á helmingi hærra virði en bróður sinn Willi. Og sem dæmi gerðu hjónin $18 milljónir samning við Spotify, $20 milljónir bókadíl og svo er talað einhvern $100 milljónir Netflix-díl og... Ef þú væri sjálfstæður konungsráðgjafi, myndirðu mæla með fyrir aðra í krúnunni að ganga út og verða independent? Já, það lítur út fyrir það, ef að peningar eru aðalmálið, sko, því að það, ég meina, Harry er orðin hærra virðið en bróður sinn, sko.
En það virðist bara allt vera í gangi þarna hjá Harry og Meghan, hvað hérna, Þau eru að gera gott tekjur var það og mót. allt í rauninni þessu drama að þakka sem búið er að vera í gangi, sko. En svo hefur þetta náttúrulega bara verið eitt stórt fjölskyldudrama í yfir 1000 ár þarna. Er það ekki? Þarna hafa sko margir geðsjúklingar verið við völd og... Hvernig fléttast Hrói Höttur inn í þetta? Nú þekki ég það ekki, hann var náttúrulega, var hann til eða? Þú sagði mér það. Það er náttúrulega sko, helsti geðsjúklingurinn, það ber helst að nefna hérna Hinrik VIII. Hann átti 6 eiginkonur og lét hálshöggva 2 þeirra. Veistu af hverju? Nei. Það gátu ekki átt drengi. Já, þannig að það eignuðust börn og hann lét... Það bara eignuðust alltaf stúlku eftir stúlku, þannig að hann bara lét hálshöggva þær hérna. Og hann var einmitt sko hluti af House of Tudors sem að einhverjir kannski muna eftir af skjánum, þættirnir hérna The Tudors, fjalla hann. Og talað hús, þetta nú, við höfum margótt komið inn á hérna þessi hús aðallega í tengslu við skél fjárfestingafélag. Já, House of, sko. En sko, ættin sem við líðum núna er sem sagt House of Windsor og hefur borið það nafn síðastliðin 105 ár frá 1907. Það er einhver breyting þegar Kalli tekur við það? Nei, en það virðist vera svona nokkuð frjálslegt hvernig fólk fer með þetta. Það er bara einhverjum sem er einhver sem er kongur eða drottning líkar ekki við nafnið, þá er því bara breytt sko. Það hefur verið House of Stuarts, House of York og þú veist, einmitt þetta House of Tudors og fleira sko. Ég held að ef við séum að Andrew kemist, þá er það Grimsby. House of Grimsby. Manstu ekki eftir Brothers Grimsby? Jú. Það er mjög brest sko. Já. En svo er þetta bara, þú veist, þessi konungsfjölskylda er náttúrulega bara sér hagkerfi út af fyrir sig þarna í Bretlandi og er að pumpa 100 milljóna punta inn í brest hagkerfi á hverju ári. Sko, ef að konungsfjölskyldan er eins og hagkerfi, þá eru aukakrónan eins og Hrói Höttur. Já. Sem að tekur frá hinu ríku og gefur hinu fátæku. Já, svo er það. Er það ekki? Ég er sammála því. Já. Þarna kemur myndlíking sem að þú skilur. Já. Ég er búin að vera að einfalda mál mitt hérna síðastliðna þetta og þú skilur. Já, þetta er nokkuð vel árið komist í aður og við náttúrulega sjálfsögðu þökkum Landsbankanum og aukakrónum kærlega fyrir gott samstarf og ég vil hvetja fólk til að fara núna inn á Landsbankan og bara inn á Google og skrifa aukakrónur og skoða þar úrvali sem er í boði. Þetta er náttúrulega endalaust af samstarfsaðilum sem eru með góða afslætti. Sko, þú nær líka núna aukakrónu tímabilinu 2 vikur seft, allur okt, þú kaupir mikið í nóg og svo bara jólagjöfin handa gamlu. Já, nákvæmlega. Desember fyrir aukakrónu. Þetta er náttúrulega alveg brilljant fyrir jólagjöfina. En það er líka annað með Landsbankan, okkar bestið. Sett aftur á Oh Happy Day. Una hendi náttúrulega í morgun, við sáum það náttúrulega fyrst á postlistanum. En Gitti hendi svo síðan á kelduna. Þau bóða mikil gleði tíðindi. Verðbólga mun mjakast niður á við í september. Yes! It's a happy day. Una, she brought the news. Segir hérna, verðbólgan fór hæst 9,9 en það er 9,7 í ágúst og þau eiga vona á hægri hjöðnun verðbólgunar á næstu og verður komin í 8,8% í desember. Það eru bjarti tíma framöndan. Á sama tíma og Una er að lækka fyrir okkur verðbólguna, þá eru aukakrónunar að keyra upp fyrir okkur jólagjafirnar. Yes, maður. Ég vil taka mig til. Heyrðu, náðu ykkur í kort. Nei, þetta er geggjað. Já, við þökkum Landsbankanum kærlega fyrir. Náðu ykkur í kort og hérna... Skráðu ykkur á postlistan. Gerið þetta í dag. Annars látið svona fréttir fram hjá okkur fara. Það viljum við ekki. Alls ekki. Nú, til að halda áfram. Já. Þá hérna... Er þetta ekki verið að búa með þessa fjölskyldu? Jú, hún er að klárast. Hún er nefnilega að klárast. Ég er hérna með yfirferðum skandinavísku fjölskyldunar. En sko, mér langaði að leiða bara svona líkum að verðmati á þessu, sko. Já. Þess að ég segi, þetta er bara sér hagkerfi út af fyrir sig og hérna... Og svo er bara allt fárið í kringum þetta. Öll störfin, fjölmiðlar, minjagripasala, fatasala, túrismi, öll söfnin og svo framvegis. Og eins og ég sagði á hann, þetta er svona heldur óskýrt hversu mikil virði konungsfjölskyldan er en ég fann allavega út að þau virðast vera að skila inn í breska hagkerfið svona 2,7 til 2,8 miljardar dollar á ári sem eru tæpir 390 miljardar íslenskar króna og bara, sko það er talið að bara brúðkaup Harry og Meghan eitt og sér hafi bústað breska hagkerfið 1,5 miljard dollar sko.
Svo sömulegis núna við fráfalli Elísabetar þá væntanlega munum við sjá einhverja Er þetta tekjurnar eða basically það sem eftir Já, bara innspýting bara inn í hagkerfið, sko. Já. Þú veist, þetta Ég ætla bara að skjóta á þetta strax. Ég ætla að gefa þessu sama miða og hopp, 9,3 sinnum tekjur. Þetta eru 26 miljardar bandaríkjadollara. Já, en svo, það er punktur. En eins og ég nefndi á hann, það er eitt að leggja, sko, sama virði allra fastegna þarna. Og sömulegis, svo er einhverjir sem vilja leggja virði bara allra einstaklinga þarna saman og gefa því verðmat, en svo, þetta bara svo margt meira. Þarna þetta listmunasafn sem meti á $13 miljardar. Kötturinn Kaldalón, hann malar þegar hann sér þetta fasteignarsafn. Eins og köttur kringum graut. Já. Og svo er það túrisminn og þessar reglu uppákomur sem að bústa hagkerfið slatta. Svo ég held að það sé alveg hæglega hægt að henda $50 miljardar verðmið á þetta merki og ekki meira? Jú, og það var mjög algengt að aðilar væri að meta þetta á svona 60 til 90 miljardar. Þannig að þið sjáu það ef að breska konungsfjölskyldan yrði lögð niður, yrði það högg fyrir breskt hagkerfi held ég, sko. Já. En svona eftir þessa yfirferð þá eiginlega loka niðurstaða mín svo að breska konungsfjölskyldan í raun ekkert annað en bara eitt stórt fasteignafélag sem auðvitað iðnaðar að okkar skapi. Já, það er ágætis pæling, sko. Það verðist vera svona það er uppspretta þeirra teknir allavega. En svo er náttúrulega þegar við tala hagkerfi í kringum þetta þá er þetta bara veltan í kringum alla vörur, þú veist, allt sem er að gerast þannig í kring og ég tala nú ekki bara fréttaflutning og annað, skilju. Pældi því hvað mídía er að hafa gott upp úr þessu. Bara tala illa. Já. Bara Harry og Meghan og þetta. Þættirnir í kringum alla fjölskylduna og áhugin á þessu. Piers Morgan, hann bara stofnaði sína eigin stöð, skilju, út af því hann var rekinn út af slæmu umtali Harry og Meghan, sko. Já. Þannig að það eru stóri fjármunir í spilinu, sko. Ég þekki það nú líka úr travel, þarna það eru heil og hálfu ferðaskrifstofurnar úti í Bretlandi sem að keyra bara á ferðum þetta. Já, það. Það er bara svona á slóðum krúnarinnar og Já. Þannig að áhugin er massífur. Já. Heyrðu, ef ekki að henda mér hérna inn í þetta að lokum? Ég hef lokið mín yfirferð og ég vona að þið kæru hlustendur séu einhvers fróðari allavega hvernig þetta virkar allt saman hérna í monarkíunni. Og til að súmera þetta er bara eitt stórt fasteignasafn. Já, í raun. Þetta er í rauninni, þú veist, eins og ég sagði, þetta er dálítið skipt í þessi hertogadæmi og svo þessar fasteignir. Ég hef aldrei skilið þetta. En í rauninni eru hertogadæmin sömuleiðis bara fasteignir og lóðir líka, sko. Já, akkurat. Þetta eru allt bara fasteignir í grunninn, sko. En ég tók bara hérna lista yfir topp 10 stærstu svona konungsveldin. Já. Svo fór ég svona að velta þessum listum fyrir mér að eftir þess að ég skoðaði fleiri svona lista því ónákvæmari varður researchi því að enginn af þeim segir sömu tölur. Nei, einmitt, nákvæmlega. Þannig að ég áttaði mig á því, það er ekkert að marka. Ég ætla bara svona að rúlla yfir þá sem voru alltaf á topp 5 eða topp 10. Og nei, það þýðir ekkert fyrir mig að byrja neðst efst. Ég ætla bara að segja þér eins og mér fannst áhugavert. Er samt eftir þína stuttur rannsókn, eða löngu, ég veit það ekki, er Bretland, þú veist, stærst eða? Sko, Bretland á einu listanum var á topp 5 og ekki langt frá tölunni sem þú sagðir, metnir á 88 miljardar bandaríkjadollara. Þá erum við öðrum listum eru þið metin á sko 5,6, þannig að það er bara svona, það var ekkert að marka sumt sem að sá. En þú veist, ég meina, ef að virði eignana er 28 miljardar og þau skulda ekkert sérstaklega mikið, þá er allavega lágmarksvirði í kringum 28. Það er bara fakt. Já, Svo er bara spurning virði merkisins, skilur, eins og ég var að nefna, sko. Þú veist, það getur oft verið langt meira, ef þú hendir EBITDA-markvaldar á þetta og svona. Gæti rýrnað með falli frúnar. Já, gæti gert það, vissulega. En þú veist, annað til að sem dæmi hvað lítið að marka þetta var að ég fann þarna lista að konungurinn á Tælandi væri highest net worth af þeim öllum. Og Danni hérna, íslenski Elon Musk, bara beinstóð hérna, þegar við töluðum kónginn á Tælandi, hann er svo mikill aðdáandi. Þannig að bara, hann hlýtur að vera ríkastur. Svo fór ég að lesa, þá var hérna önnur frétt að auðvitað Sádi-Arabía sem er náttúrulega með langríkastan. En þú veist, þeir flakka á milli þess að vera metnir á 18 miljardar bandaríkjadollara yfir í 1,4 trilljón bandaríkjadollara. Já, bara kóngarnir sem slíkir. Já, sko, kóngurinn af Sádi-Arabíu sem er náttúrulega ruler. Það er ekki lýðveldi. Og þau settu Sádi-Aramco þarna á markað, þannig kannski er þetta að skrifa fyrir eftir það. Allavega, til að gera þetta eitthvað áhugavert, þá eru samt allir sammála það að kóngurinn á Tælandi virðist vera lótaður. Og
pappans sem lést 2016 Já. var dýrlingur í Tælandi mjög vel talað hann svo tekum við þessi gikkur og hann hefur aðeins svona farið fram úr fólki Pappastrákur já, ég veit það ekki taka 90% af ríkistekjum bara beint í sinn vasa sko ég fann ekkert það en það er svona hann hefur aðeins ná að augra liðinu þegar hundurinn hans dó þá var hann með 4 daga jarðaför ekki var með þjóðasorg það var eitthvað svoleiðis, eitthvað þjóðasorg og 4 dagar og þetta setti bara alltaf hliðinu út af því að hundurinn hans dó en annað sem kemur svo óvart með Thailand af hverju er Thailand svona high ranking og ólíkt mörgum öðrum, nei samt ekki að þú veist þá fór maður að hugsa með einhverja tekjur af þjóðríkinu væntanlega einhvern veginn eða real estate en langsamlega stærsta eignin er 23% eign í stærsta bankanum á Tælandi og svo eigaðu hérna 33% í stærsta sementsframleiðandanum þarna industrial conglomerate sko já þú veist auðaðin þeirra skiptast 23, 33 og svo hérna einhverjir 16.000 hektarar af landi að búa yfir 70 miljón manns í Tælandi sko já ég er örugglega að fara á misvega hvað þetta er stórt því að ég var þetta kom svo óvart en svona, aðeins hann annað hann á stærsta demant í heiminum gaman að því svona grúskari þetta er bara svona þetta er bara flexari já svo er ég með hérna nummer 2 sem hefur nefndur Sultan of Brunei Mástu hvað Brunei er? Nei ég besta svari við veistu hvað Sultan of Brunei er? Segir bara nei hann er metinn á 28B ekkert hann að segja nema hann býr í húsi með 1778 herbergi talið stærsta svona einbýlis einkabýli man ekki hvað stóð Asíu eða heiminum eða eitthvað hverjum ekki sama og hann á yfir 600 já þetta var örugglega í heiminum hann á yfir 600 Rolls Royce svo er hérna Sameinuðu Arabísku Kúveit og Katar það er allt bara rokkar hérna eitthvað já þetta eru 300B eða 200B þetta eru bara olíupeningar skemmtilega svona sem kom á óvart upp á hvað eru stór meðan við myndi ég að segja höfðatölu Liechtenstein Luxembourg og Marokko þetta er allt með konungsfjölskyldu já er Marokko konungsríki hann ratar allt á topp 10 listana samt bara metin á 2,1 til 8B það er svona eftir heimildum þannig að sko málið er bara Liechtenstein og Lux real estate play þau eiga fastegni bara í þessum löndum og Þýskalandi og það í kring þegar öll er á botninni kvöld er alltaf ríkasta fólk og fyrirtæki heims bara í fastegnabaski já bara byrja að kaupa herðu svo er ég með hérna aðeins bara pínulítið til að slúta þessu og því að það er ekkert bitastætt í þessu þetta eru bara helsoljupeningar og fastegnaperrar það er svona lítið Skandinavíu þarna því að ólíkt okkur Íslendingum þá eru frændur okkar Normenn, Danir og Svíjar öll með konungsfjölskyldu vissulega og bara eins og með Margrét Þórhildi þess að tölu þekki ég mjög vel því ég hélt á tíma að ég væri erfingi að maður ætti eitthvað þarna inni í dönsku krúnunni en svo er ekki þannig að við fylgjum samt með henni skáfrænk okkar danska krúnan er bara metin á $40 million það er ekki meira? Nei $40 million hvað er það? Bara 5 milljarðar eða eitthvað? Hæ? Já og svo erum við með Noreg, það er kóngurinn Harald 30 milljónir sem er fáránleg tala voðalegt er þetta og Svíþjóð $70 million King Carl Gustaf já, þetta er Norðurlöndin eru náttúrulega rosa svona sósíalísk þú veist, við hliðin á mér finnst bara ótrúlega við hliðin á þessum sem að þú ert að nefna hérna Kúveit og Sádi-Arabíu og eitthvað já þannig að hérna það er svo sem ég veit ekki, svo er þetta bara minni lönd og eitthvað já en er þetta ekki bara úrelt ég meina, en það virðir samt vera sko eins og í Bretlandi að þetta sé bara mjög mikilvægt fyrir bara túrisma þarna og annað sko þannig að ég held að Bretar og svo er svo ótrúlega mikil royalismi í Bretlandi sko það verðist vera það er bara fólk dyrkar þetta sko en minna á Norðurlöndunum ég held að enginn sé eitthvað að kippa sér upp við að þú veist auðvitað einhver en ekki nærði af stór prósenta og gengur að gerast í Bretlandi nei, ég líka þegar ég var í Kína 2015-16 kynntist ég Dönum og þeir fóru að segja mér að hafa verið svona nett svona spillingamál í kringum dönsku hirðina Margréti, fyrrum frænku mína með það var einhver sem hafi verið að trakka einkaflugulna hjá þeim
að það var, vildu meina, það var eitthvað correlation á milli þess að þegar Lego er að fá einhver mikilvæga viðskiptasambönd í einhverjum ákveðnum löndum þá hafði danska krúnan alltaf verið á sama tímapunkti að opna einhver ný viðskipti og þetta átti við Kína sérstaklega danska krúnan mætir út og 6 mánuðum seinna er komið eitthvað leyfi fyrir Lego til að opna þarna ég meina, ef við værum með íslenskan konung og hann væri ekki hérna eitthvað djöflast út allan heim og opna tengingar, þá væru örugglega pirruð sko en þá má á móti segja, þú veist, er þetta rétt? Og svo er þetta bara fabuleiningar, ég man bara mjög sagt þetta. Þetta er náttúrulega hagur þjóðarinnar í grunninn sko. En það er kannski ein létt pæling. Danskt fyrirtæki sko. Ein létt pæling, ef við værum með konungsríki hér á landi, hver núlifandi Íslendingur væri svona, Er ekki bara Ásgeir? Þú ekki henda honum í stólinn? Ásgeir Jóns? Seðlabankastjóra? Nei, hann er seðlabankastjóri. Já, ég veit það. Hver er þið þá seðlabankastjóri? Geti ekki verið einhver annar, gott með einhvern annan? Ég veit ekki. Davíð Oddsson? Nei, hann er ritstjóri. Það getur enginn leist hann af. Nei, var þetta ekki bara Ólafur Ragnar eða? Jú, svo er það reyndar. Jú, hann var í geggjaði kongur sko. Já, Ólafur Ragnar, ég held að. En já. Við ekki bara fara. Ertu þá búið, við náttúrulega, sko, við erum náttúrulega tæmdið með alla frétti líka, eiginlega. Það var ekkert mikið meira á döfinni. Aldrei jafn marga fréttir í einu föstudagsskap. En svo viljum við náttúrulega benda hlustendum á það að baka. Það er alltaf 2 ástæður til að labba þarinn. Já. Og fyrsta er þeir baka á mótnana. Já, og seinni er þeir baka á kvöldin. Þau baka á kvöldin líka. Ólíkt mörgum bakaríum hér á landi. Já. Það voru 2 ástæður til að mæta. Já, ég held að það sé bara ekkert bakarí sem bakar á kvöldin sko. Já, bara nánast ekkert fyrir utan baka. Ég held ekki. Ég ætla samt ekki að fakta það, en baka, þetta er gamla Lækjabrekka. Kvölds eða morgna. Annars held ég bara að við förum að slúta þessu. Þú ert ekki með milljónamæring vikunur eða eitthvað svoleiðis, eða Johnny Strikes Again, eða? Sko, ég held að milljónamæring vikunar sé hérna Harry vinnuðinn og þú hótt ágætlega yfir hann. Já, það er reyndar, hann er að gera vel núna í enga framtækinu, sko. Það má ég það. En þá held ég að við látum þessu nú bara lokið í dag. Eins og ég segi, vonaði síðu einhvers fróðari konungsdæmi þessa heims. Já. Og við verðum þá bara aftur með ykkur næsta þriðjudag. En það er nú, við erum nú búin að skipuleggja næsta föstudagskaffi. Það gæti orðið mjög stórt. Já, kemur gestur. Ef að gesturinn mætir. Já, ég tók hopp 4 sinnum í dag til að borga upp heimsóknina. Smá hint. Já. En annars þakkum við bara kærlega fyrir í dag og góða helgi. Elisabeth, þessi þáttur var fyrir þig. Já.